Kæru bæjarfulltrúar og gestir, 562. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn 12. 19. mars hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir og forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Fyrir fundinum liggja 5 mál. Fyrst það fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. mars 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. mars 2019, fundargerð menningarráðs frá 8. mars 2019, fundargerð velferðarráðs frá 13. mars 2019 og 5. liður sem menningarstefna Reykjanesbæjar sem lögð fyrir og það fyrri umræða hana. Þá hefist handa og það eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. mars 2019 og mun forseti leggja fram umsögn bæjarstjórnar í lok umræðunar, en fyrst munum við taka umræðuna og gefa orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Margrét Þórarinsdóttir hefur kassi hljóðskir, svo Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 frá bæjarráðsfundi þann 7. mars varðar húsnæðismál að Tjarnargötu 12. Þann 7. júní árið 2016 birtust fréttir úr Kauphöllinni að á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn var í byrjun maí það ár hefði verið upplýst að heildarsamkomulag við alla kröfuhafa fjárhagslega endurskipulagningu fjárhags Reykjanesbæjar og stofnana hans væri ekki í sjónmáli. Var samþykkt að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga að samningar væru ekki í sjónmáli. Kom jafnframt fram í tilkynningunni að öllu óbreyttu kæmi til greiðslufalls á skuldbindingum Reykjaneshafnar. Í kjölfari var óskað eftir því að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga yrði skipuð yfir Reykjanesbæ og vógu skuldir Helguvíkurhafnar þar þyngst. Náðst hefur árangur í því að lækka skuldir bæjarins og ber því að fagna, en að engu síður skuldahlutfallið enn mjög hátt og má lítið út að bregða svo horfið til verri vegar hvað varðar tekjustofna. Óvissa ríkir í efnahagsmálum, dregið hefur úr komu ferðamanna og kjarasamningar eru lausir. Ekki liggur fyrir hvaða áhrif þetta hefur til með að hafa á fjárhag bæjarins. Nýlega fréttir skerðingu á framlagi ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga auka síðan enn frekar á óvissuna. Sveitarfélög eiga að forgangsraða í þágu lögbundinna þjónustu sveitarfélags auk grunnþjónustu. Því skýtur því skökku við að nú sé verið að gera tillögur 100 milljóna útgjöld í stjórnsýslu Reykjanesbæjar. Tillögu Miðflokksins niðurgreiðslu á skólamáltíðum ekki sinnt og borið við fjárskorti hjá bæjarfélaginu. Þessi tillaga meirihlutans lýsir einkennilegri forgangsröðun á tímum óvissu og aðhalds í fjármálum bæjarins. Minna má að ekki var hægt að standa við gefin kosningaloforð til kennara sérstakar aukagreiðslur vegna fjárskorts. Miðflokkurinn leggst alfarið gegn þessum hugmyndum af fjárhagslegum ástæðum en óskar starfsmönnum bæjarins velferðar í starfi. Síðan ætla ég að koma hér undir lið 1 frá bæjarráði þann 14. mars, hvað var það endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar. Ég fagna þessari skýrslu, en lýsi jafnframt furðu minni á því að allir flokkar áttu ekki þátt í að móta hana. Við upphaf verkefnisins var ákveðið að viðmælendur yrðu bæjarstjóri, sviðstjórar, formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar. Síðan kemur í ljós að tekin voru viðtöl við kjörna fulltrúa, en sú sem hér stendur var ekki þeirra á meðal. Ég spyr því hvort að bæjarfulltrúi Miðflokksins sé ekki kjörin fulltrúi í augum meirihluta bæjarstjórnar. Ég harma þessi vinnubrögð. Að allir flokka komu ekki að því að móta endurskoðun á stjórnskipulagi Reykjanesbæjar með öllu óásættanlegt.
Það ekki í anda góðra stjórnsýslu eða lýðræðis að útiloka einn flokk sem hlautur 13% í atkvæða í kosningunum uppbygging og framtíð stjórnsýslunar. Ég skora á meiri hlutan að leiðrétta þetta sem ég vil fyrir kurteis sakir kalla mistök en ekki ásetning. Síðan vil ég koma hér undir lið 3 frá bæjarráði þann 14. mars. Það stefna gildi lífeyrissjóðs réttarsátt. Nást hefur sátt við gildi lífeyrissjóð og ber því að fagna. Ég vil þó minna aftur á að Helguvíkurhöfn var einkaframkvæmd. Þegar sveitarfélag fer í hafnarframkvæmdir þá sækir það hjá Vegagerðinni fjárframlag og ef ríkið samþykkir þá fyrir viðkomandi höfn inn í samgönguáætlun samanber 25. grein hafnalaga sem síðan samþykkt í fjárlögum hvers árs. Þetta ferli var ekki virt í tilliti Helguvíkurhafnar og farið var í höfnina í einkaframkvæmd. Grunninn að þessu máli þessi og nú fyrir komið að lokin á fjármögnuninni með þessari réttarsátt. Aðri kröfu hafa náð sátt við bæinn með afskriftum og samningum. Helguvíkurhöfn hefur verið útsvarsgreiðendum Reykjanesbæjar þung í skauti en það von bæjarfulltrúa Miðflokksins að lært verði af þessum dýrkeyptu mistökum og að í framtíðinni komi höfnin til að skila bæjarfélaginu mikilvægum tekjum. Ég vil að þetta sé bókað. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessum lið? Friðjón Einarsson hefur passið ljóðskjað svo vel fyrir það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Finnst ég knúin aðeins til þess að svara bæjarfulltrúa Miðflokksins, Margréti Þórhallsdóttur. Í fyrsta lagi hvað varðar breytingar á hugmyndir og breytingar á tjáningunni, húsnæðisval tjáningunni 12. Það öllum ljóst sem hér starfa í þessu húsi að nýting hússins ekki góð, það orðið ansið þröngt starfsfólk og svo slæmt að við erum fættin að nýta húsnæði út í bæ fyrir hluta starfseminni. Ég vil gjarnan upplýsa bæjarfulltrúanum það að það vinna í gangi þar sem við erum að hugsa til framtíðar hvað við ætlum að gera, hvort að við gerum breytingar innan dyra hérna í þessu húsnæði eða hvort að við flytjum skrifstofunar, það ekki komin neinn niðurstaða í það. Þetta unnið var tekið til umræðu í bæjarráði og því miður þá hérna ekki allir í bæjarstjórn í bæjarráði og fulltrúi Miðflokksins í bæjarráði, samkvæmt kosningu Gunnar Þórhallsson hefði getað upplýst bæjarfulltrúa Miðflokksins umræðuna þar en það ekki búin að taka neina ákvörðun heldur að vera að skoða til langra framtíðar hvað sé best að gera í framtíðinni. Við eins og öll önnur fyrirtæki viljum búa starfsfólki okkar góða aðstöðu og því miður svo aðstæður ansið slæm í dag og það það sem við erum að gera, við erum að hugsa fólki okkar, hvernig getum við skapað betri vinna aðstæður fyrir fólkið, þannig að fólki líði vel í vinnunni hjá okkur og við finnum fyrir því að við erum að sprengja allt utan okkur. Og samkvæmt þeirri vinnu sem við erum að gera núna, þá viljum við vinna vel, skoða hvað eru bestu kostirnir áður en við tökum einhverjar ákvarðanir. Þegar þetta mál komið nær einhverju niðurstöðu sem ég veit ekki hvenær verður, þá verður það sjálfsögðu til umræðu í bæjarstjórn og þá hafa menn skoðun á því. Þannig að það raun og veru ekkert að meira að segja það en að við erum að leita leiða til þess að betrumbæta starfsaðstöðu starfsfólks. Hér ekki verið að henda peningum út í loftið eins og bæjarfulltrúinn sagði. Við höfum sýnt það síðan við tókum við þessi hópur að fjárhagsáætlun stenst hjá okkur, við höldum okkur við áætlanir og nýtum þá peninga sem við eigum. Það höfum við gert frá fyrstu tíð sem við tókum við og munum halda því áfram. Og við vinnum eftir fjárhagsáætlun og það það sem skiptir máli. Að því að í sömu andrá nefndi bæjarfulltrúi Margrét Þórhallsdóttir lækkun matar, niðurgreiðslu á mat, þá vil ég ítreka það sem ég sagt hér áður að við sem hér sitjum og þar með talin hún samþykktum fjárhagsáætlun fyrir þetta ár, þar sem ekki var gert ráð fyrir því að lækka matinn
Við erum með lægsta matarkostnað á nemenda á öllu landinu, á Íslandi. Og við gátum ekki nota fé sem þegar hafi verið notað í annað sem við fengum í viðbætur frá jöfnunarsjóði, 60 milljónir, í eitthvað annað en gert er ráð fyrir hjá jöfnunarsjóðnum. Þannig að það voru peningar sem búið að vera að eyða og það voru að vera að bæta við eftir á. Þannig að það sé líka skýrt. Þannig að það er dálítil hártogun að bera saman okkur við vildum ekki niðurgreiða matinn með peningar frá jöfnunarsjóði og bera saman starfsaðstöðu starfsfólki hjá Reykjanesbæ. Hvað var endurskoðun stjórnskipulags, þá er stefnumótin í gangi hjá sveitarfélaginu og það sem allir bæjarfulltrúar hafa átt kost á þess að taka þátt í því og flestir hafa gert það. Það hefur verið mikið stefnumótin í gangi og sama tíma fer fram endurskoðun stjórnskipulagsins. Bæjaráð fer með þá vinnu sem stjórnskipu nefnd og mun síðan kynna sína niðurstöður að leggja þær fyrir bæjarstjórnar til samþykktar á þegar þar að kemur. Fulltrúi Miðflokksins í bæjaráði hefur setið alla þessa fundi og ætti að geta upplýst fulltrúi Miðflokksins það að ekki hefur verið rætt við alla í bæjaráði eins og hún var haldið hér fram. Til að mynda var ekki tekið sérstakt viðtal við Gunnar Þórhallsson í bæjaráði. Það var ekki gert. Það er engin undan skilja Miðflokkinn í þessu, Margrét Þórhallsdóttir, heldur er verið að vinna eins faglega eins og við getum og það sem þú ert ekki í bæjaráði þá er það þannig. Við tínum ekki til einhverja einstaklingar sem sitt í bæjarstjórn eða sitt ekki í bæjaráði. Þannig að þetta er faglega gert og þessi vinna verður vonandi kláruð á næstu vikum og þá verður hún kynnt nánar í bæjarstjórn. Vil ég aftur vísa til samstarfs ykkar tveggja sessanautana að upplýsingar geta flætt þar á milli. Hvað varðar gildi, lífeyrissjóð, sátt við gildi, þá vil ég líka leiðrétta aðeins að þetta er ekki einkaframkvæmd hafnarinnar. Eins og hér hefur komið áður fram að þá ber Reykjanesbær fulla og heila ábyrgð á öllu því sem gerist í höfninni. Það er ljóst. Þetta var ekki einkaframkvæmd þó hún hafi ekki verið styrkt af ríkinu. Höfnin getur að sjálfsögðu fara út í framkvæmdir sem ekki eru styrktar af einum eða neinum fyrir eigið fé eða fé eigenda síns og það var gert í þessu sambandi. Það má geta þess að árunum 2000 til 2012 sexfölduðu skuldir hafnarinnar sem var auðvitað langt út úr því sem það átt að vera og er miður en það er fortíðin og það er bara liðin tíð og nú er búið að ganga frá öllum skuldum og lánum hafnarinnar koma því öllu saman í skil og minnka og bæta stöðu hafnarinnar verulega og þessi sátt kemur til að því að þessi lífeyrissjóður samþykkti ekki niðurfellingu eins og allir aðrir gerðu. Vegna þessa þá var það mat okkar lögfræðings að ganga til samninga við þennan sjóð sem hafði reyndar það í för með sér að við þurftum líka að greiða bætur til annarra kröfuhafa og í heildina er þetta einhvers kringum 65 til 70 milljónir sem við erum að greiða vegna þessa. Í fjórða lagi vil ég nefna það hérna að miðað við þá stöðu sem núna er upp í fjármálum sveitarfélagsins þá hefur staða sveitarfélagsins gerbreyst fjárhagslega og við munum sjá það fljótlega á ársreikningi sveitarfélagsins að við erum á fleygiferð upp á við á jákvæðu nótum og skuldahlutfallið á hraðri leið niður. En ég vil bara ítreka það að við förum ekki í framkvæmdir eða eyðum peningum nema það sé í fjárhagsáætlun sérstaklega. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið áður en ég kærs vel Guðbrandur Einarsson. Velkomin í pontu. Virðulegur forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar aðeins að tala þessi atriði sem hér hafa verið til umfjöllunar sem eru þessi mál númer 1 í báðum þessum fundargerðum. Varðandi þetta mál í fyrri fundargerðinni frá 7.
mars þá vil ég bara nefna það að það er engin tillaga í málinu. Og að vera gagnrýndur fyrir það að hafa lagt fram tillögu sem ekki til auðvitað svolítið sérstætt. Það er ekki búið að ákveða neitt eða leggja fram eina einustu hugmynd. En ég lít þannig á að það er betra að hafa vaðið fyrir neðan sig og skoða málin fyrirfram. Og við erum kannski að gera það í þessu tilfelli. Rétt eins og áður en að við hófum framkvæmdir við Stapaskóla, það er búið að vera í undirbúningi mörg ár. Þetta er ekkert að gerast á morgun að það sé verið að ráðast í framkvæmdir hér í Ráðhúsinu. Og við vitum ekkert hvenær það gerist eða hvort það gerist eða hvort að Ráðhúsið verið selt eða annað hús byggt. Þetta verður bara alltaf komið í ljós, en það er engin tillaga í málinu. Þess vegna frábið ég mér að það sé verið að saka okkur um það að vera að leggja fram einhverja tillögur einhverja óráðsíu sem er ekki til staðar. Nú varðandi endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar, þá er það nú þannig eins og þarna hefur komið fram, það var ekki talað við alla. Og ef það huggar einhverja þá var heldur ekki talað við þann sem hér stendur. Hann var ekki kallað til skrafs og ráðagerða hvað var það stjórnskipulagsbreytingar. Ég aftur á móti mun á einhverjum tímapunkti vera þáttakandi í umræðu þessar breytingar og ég vænti þess að þegar að sá sem að hefur haldið taumana er tilbúinn með þá tillögu sem hann hyggst leggja fram, þá munum við sem bæjarfulltrúar fá þetta til umfjöllunar og getum þá sagt okkar skoðanir á því sem að þarna er verið að skoða. En við erum auðvitað að ráða í þetta verkefni eins og við höfum oft gert áður, sérfræðinga eða sérfræðing sem getur þá leiðbeint okkur í málinu og lagt fram einhverja hugmyndir sem að við getum síðan haldið áfram að velta fyrir okkur. Þannig ég er auðvitað bara kátur með að þarna sé verið að skoða að aðlaga stjórnskipulag Reykjanesbæjar að þeirri þjónustu sem að við teljum okkur þurfa að veita í framhaldinu og býð bara spenntur eftir að sjá þær tillögur sem að munu síðan koma fyrir augu allra bæjarfulltrúa þegar að því kemur. Nú, það er líka verið að tala blessaða höfnin okkar sem að hefur verið umræða efni okkar alveg frá því að ég byrjaði í bæjarstjórn hér fyrir einhverjum slatt af árum síðan. Þarna er verið að ræða sátt sem að er verið að gera við einn tiltekinn lífeyrissjóð í máli sem að við vorum auðvitað bara að vandræðast með. Bara til þess að skýra þetta enn frekar þá var reyndar ekki alveg eins og Friðjón vinur minn segir að þeir hafa ekki samþykkt niðurfellingu. Við vorum að óska eftir því við lífeyrissjóðina að við fengum afturvirka vaxtalækkun. Og allir aðrir kröfuhafar samþykktu afturvirka vaxtalækkun sem að gildi samþykkt ekki. Og áskildi sér rétt til þess að sækja þann mun á vöxtum sem að við höfum greitt þeim og niðurstaða af því er þessi að reyna að gera sátt og það mun auðvitað hafa aðeins aukin útgjöld í för með sér en mun það ljúka þessu máli og þá erum við bara komin í réttan farveg með þetta allt saman og ef að eins og Friðjón nefndi hér áðan þá erum við á réttri leið. Við erum ennþá undir aðlögunaráætlun og hún er ekkert farin frá okkur og þess vegna erum við ekki að fara að fjárfesta nokkur 100 milljónir í nýju ráðhúsi eða milljarða en þetta stefnir í rétta átt og við skulum gleðjast yfir því. Nú ef að ekki eru fleiri sem ætla að taka til máls undir þessum lið. Gerðu svo vel. Margrét Þórarinsdóttir var á undan. Gerðu svo vel, Margrét.
rætta þetta. Mér langar svona aðeins að koma hér inn á, Friðjón, þar sem að þú ert að leiðrétta mig, þá langar mig líka að leiðrétta þig. Ég veit ekki betur en það, ég kom með breytingatillögu hvað varðar fjárhagsáætlun að við myndum veita systkina afslátt hvað varðar skólamáltíðum og sú fjárhagsáætlun var ekki samþykkt. Þannig að það er ekki rétt mál hjá þér farið með að þetta hafi verið hérna á dagskrá og ekki tekið tillit til. Þannig að þið felldu þá þessa tillögu hjá Miðflokknum. Síðan langar mér aðeins að svona velta, og mér langar svona velta fyrir mér og ég spyr, finnst ykkur eðlilegt þegar við erum að endurskoða stjórnsýsluskipulag Reykjanesbæjar að það kom ekki allir bæjarfulltrúar að þeirri vinnu? Við erum hér í vinnu með Capacent. Þar eru allir bæjarfulltrúar. Ég skil þetta ekki alveg. Þannig að og svo veistu mæta vel að samkomulag okkar, Gunnar Þórarinsson, að það var svikið í byrjun tímabils og stendur ekki. Þannig að við undirrituð óskaði eftir því að þessi bæjarmálasamþykkt yrði endurskoðuð, þannig að ég hefði Miðflokkurinn fulltrúa þarna inni sem áheyrendafultrúa. Það hefur ekkert að frétta af þeirri vinnu. Þannig að en það verða væntanlega einhverjar breytingar á því á næstunni. Ég vil bara koma þessu á framfæri. Takk fyrir. Jón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er rétt sem Margrét segir hér að hún hafi komið tillögu, Miðflokkurinn komið tillögu í fjárhagsáætlunargerðinni og ég biðst afsökunar á því, það er hárrétt, hún gerði það flokkurinn og því var hafnað því að þá hefði við sprengt fjárhagsáætlunina ef við höfum bætt við inn, þess vegna var því hafnað. En mér myndi einmitt að þú hefði samþykkt fjárhagsáætlunina í heild sinni þegar hún var lögð fram og finnum það sé rétt. Gerði ekki, ok. Ég biðst afsökunar á því. En annað ætla ég að segja er að varðandi bæjarráð er svo nefnd sem fer með stjórnsýslunefnd samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins sem gerir það að verkum að þar byrjar vinnan. Og við höfum oft áður rætt þetta í bæjarstjórn að við köllum ekki til allra bæjarfulltrúa þó þeir hafi 13% atkvæði á vægi sig. Við vinnum bara eftir þeim reglum sem gilda og þannig er það því miður. En það er þannig að það þarf að vera ykkur festa í stjórnsýslunni og við getum ekki hlaupið til og frá með það, því miður. Sem oftar vill forseti minna bæjarfulltrúa á að beina máli sínu til forseta í ræðustól. Gunnar Þórarinsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Hér kemur fram í máli síðasta ræðumanns að þá sem hér stendur hafi slitið einhverju samstarfi sem ég gerði við hana. Ég hef lýst því yfir í vikufréttum og hérna á fundi að ég teldi svo ekki vera, en ef hún telur það, þá verður bara svo að vera og lít svo á að við séum þá ekki lengur í samstarfi. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, mér langar bara að segja að nei, ég hef ekki áhyggjur af því að það hafi ekki verið talað við mig þegar að sá sem að hefur farið af stað með vinnuna við stjórnsýslubreytingar. Ég lít bara þannig á að hann sé að safna gögnum, bæði þeir sem að tala var við og embættismenn eru stútfullir af hugmyndum og ég veit að á seinni stigum kem ég að málinu og ég þekki sjálfa mig að ef að ég tel að þurfa að breyta þessu þá menn ég leggja fram breytingatillögu og við skulum bara muna það að
bæjarráð hefur ekki fullnaðar ákvörðunarvaldið. Fullnaðar ákvörðunarvaldið liggur hér í bæjarstjórninni. Þannig að þrátt fyrir að bæjarráð sé að segja eitthvað eða gera eitthvað, þá er hinn endanlega ákvörðun hér í bæjarstjórninni. Þannig að við eigum og munum hafa eðlilegan og rúman tíma til þess að skoða það sem að ráðgjafinn mun leggja fyrir okkur og segja okkar álit á því. Nú, ef það er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs, þá ætla forseti að enda þessa umræðu undir fundargerðum bæjarráðs með því að lesa upp umsögn sem lögð hér fyrir tillaga varðandi þingsályktunartillögu stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Hefst þá lesturinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar og vonar að hún nái fram að ganga. Eins og fram kemur í tillögunni staða Suðurnesja margt sérstök og miklar sveiflur verið í atvinnulífi. Íbúafjölgun síðustu ár hefur verið fordæmalaus með tilheyrandi álagi og félagslega innviði, ekki síst þá sem er á forræði ríkisins, svo sem heilbrigðisþjónustu, löggæslu, framhaldsskóla, vegakerfi og fleira. Fulltrúar sveitarfélaganna ásamt forsvarsmönnum helstu ríkisstofnana á Suðurnesjum hafa fundað með þingmönnum, ráðherrum, ráðuneytisstjórum og öðrum fulltrúum ríkisins og vakið athygli á þeim margvíslu áskorunum sem opinberar stofnanir, bæði ríki og sveitarfélag, standa frammi fyrir. Málflutningur Suðurnesjamanna hefur fengið góðan undirtektir en efndir og viðbrögð láta á sér standa. Á meðan hefur íbúum fjölgað enn frekar og staðan versnað. Furðu sætir að þrátt fyrir að gerðar hafi verið breytingar á úthlutun úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga með tilliti til vaxtasvæða hefur dregið úr fjárveitingum til ríkisstofnana á svæðinu á sama tíma. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill einnig benda á að tillaga í megindráttum í samræmi við verkefnismarkmið vaxtasvæði núgildandi byggðaáætlunar sem þegar hefur verið samþykkt á Alþingi. Því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að hefja vinnu sem miðar að því að gera ríki og sveitarfélög færar að bregðast við þenslu á vaxtasvæðum án tafar. Íbúar á Suðurnesjum fara fram á að sitja við sama borð og aðrir landsmenn, enda eiga nýir íbúar sama tilkall og rétt til opinberra þjónustu óháð búsetu stað. Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa lagt sig fram að sinna þeim skyldum og verkefnum sem þeim ber, með tilheyrandi uppbyggingu félagslegra innviða og gera þá kröfu að ríkið gerir slíkt hið sama. Þetta er hér lagt fram og er orðið laust umsögnina. Margrét Þórarinsdóttir og Kassi hljóðsker svo vel Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir viðstaddir, ég vil gera hér grein fyrir atkvæði Miðflokksins en við fögnum þessari þingsályktunartillögu og það er sérstaklega ánægilegt að allir þingmenn kjördæmisins skuli standa að henni. Það eru jú nýmæli en því miður hefur ekki ríkt samstaða meðal þingmanna okkar þetta mikilvæga mál að rétta hlut okkar í fjárveitingum til opinberra stofnana hér á svæðinu. Eins og við öll vitum hafa stofnanir hér á svæðinu ekki fengið sama fjármagn og sambærilega stofnanir á landsbyggðinni. Það er ekki bara þannig að halda mætti að við íbúar á Suðurnesjum séu einhvers konar annars konar fólk. Ég fann að bara trúi þessu varla, en þetta er staðreynd. Rétt er að geta þess að Miðflokkurinn á Alþingi hefur í tvígang lagt fram breytingartillögu við fjárlög og fjármálaáætlun sérstakar auka fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og lögreglunar. Þessar tillögur hafa því miður verið felldar og meira að segja að þingmenn sem eru búsettir hérna. Vonandi hafa þessi sömu þingmenn séð af sér og vilja bæta fyrir það með því að vera á þessari tillögu. Reyndar er alls ekki kosta óvíst hvort þessi tillaga verði samþykkt á þinginu. Dagar hún ekki bara uppi eins og annað sem kemur frá ríkisvaldinu sem snýr á okkur Suðurnesjamönnum. En við verðum að taka viljan fyrir verki og vona það besta. Það er svo annað mál hvort það sé yfir höfuð þörf fyrir þessa tillögu. Við vitum nákvæmlega hvernig þetta mál er vaxið og ríkisvaldi veit það líka.
Það ríkir óréttlæti í fjárveitingu ríkisins til okkar og ekkert er horft í þá fordæmilausu fólksfjölgun sem átt sér stað á svæðinu á undanförnum árum. Það þarf að leiðrétta þetta strax og það þarf enga nefnd til þess. Það þarf bara að taka ákvörðun og boltinn er hjá ríkisstjórnarflokkunum sem eru Vinstri grænir, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Ég vil að þetta sé bókað. Takk. Margrét Sanders hefur hvað til hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Sjónamunur á milli þín og Baldurs. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, góðir gestir. Miðflokkurinn hefur ræðu sína á því að fagna samstöðu og brýta svo samstöðuna. Oddný Harðardóttir kemur með góða tillögu sem að við ætlum okkur algjörlega standa með og ýta undir á að fengi framgang og allir þingmenn með. En þá þarf miðflokkurinn að fara að hampa bróður sínum og fara að tala einhverjar tillögur sem eru setta fram að mínu mati, persónulega og prívat, að populisma. Það hafa aukist fjárveitingar og mér dettur bara ekki í hug og ég er ekkert ánægð með, það eru ekki nægilega miklar og ég er alls ekkert ánægð með þær. En ég ætla ekki að fara að koma, eða við D-listin ætlum ekki að fara að koma með einhverja bókun að þetta og hitt hafi verið gert. Þetta er samstæða sem skiptir máli. Það eru allir þingmenn á þessari tillögu. Við í bæjarstjórninni, ég var að vonast að þetta myndum samþykkja á 11.0 að fagna þessari tillögu. Samfylkingar skörungsins Oddnýjar Harðardóttur og mér þykir miður að það komi einhver bókun væntanlega því að það er allt sem Margrét segir er bókað. En ég reikna með að það sé bókað en allavega mér finnst skorta aðeins á samstöðuna. Og mér þykir það miður og ég lýsi fullum stuðningi okkar í D-listanum. Við erum búin að fara yfir þetta og við fögnum þessari tillögu og þessu sem að forseti las upp hér og stöndum heilsóra bak við það. Stöndum saman í þessu. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel, Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestur, gestir hérna fyrir aftan líka. Þetta stöndum við heilshugar á bak við þessa bókun sem að Jóhann Friðrik las hérna upp. Og það er alveg hægt að fara í alls konar söguskýringar og segja hver gerir hvað og hver gerir ekki hvað og halda áfram á þeim nótum, gerir ekki neitt. Við erum búin að einsetja okkur frá því að við settumst hérna, bara allir sem eru hérna inni, að við ætlum að reyna að ná þessi í gegn með samstilltu átaki. Við erum búin að fara saman til að tala við þingmennina, við erum búin að fara saman til að tala við alla ráðherrar sem tengjast þessum málaflokki. Við erum að reyna að gera þetta saman, allir að leggjast á árarnar í sama bátnum. Þannig að það að greina sig svona frá eins og miðflokkurinn allir að gera er bara ekki alveg í stíla það sem við höfum lagt upp með. En ég verð í kjölfarið að gera smá athugasemd við sem sagt þessi fundarsköp sem að miðflokkurinn er að tileinka sér. Ég veit að það er bókunarfrelsi. Við erum búin að vera að skoða í forsetanefndinni, búin að vera að skoða bæjarmála samþykktar. Bæði varðandi setu í nefndum og svo framvegis. Og það kemur skýrt fram að hver bæjarfulltrúi hefur það frelsi til að bóka við alla dagskrárliði. Yfirleitt tengist það bókunum því að ef það er einhver afgreiðsla í málinu. Nú voru 2 mál hérna fyrir á dagskrá sem var engin afgreiðsla. Þetta bara verið að kynna einhverja hugmyndir, einhverja vinnu sem er í gangi. Þannig að það er algjör óþarfi að vera með bókanir á það. Ég held að því hafi verið sleppt en það voru nokkra bókanir samt. Og þarna, núna í þessu tilviki, við erum öll að fara að skrifa undir þetta, þá kemur sér bókun. Þannig að ég gerir bara athugasemdir við það að miðflokkurinn er að nota fundagerðir bæjarstjórnar reglulega sem eitthvað fréttabréf fyrir miðflokkinn á Reykjanesinu. Mér finnst það bara komið út í tóma vitleysu. Ég vil ekki að þetta sé bókað.
Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og góða gestir. Ég er ofboðslega glöð núna með þessa tillögu og mér þykir rosalega vænt að við ætlum öll að taka undir þetta og setja þetta á oddinn. Að allir þingmennirnir loksins ætla að taka til okkar, hugsa okkur, gera eitthvað fyrir okkur, þetta er frábært. Við skulum ekki kaffara þessar frábæru umræðu í einhverju öðru. Nú er þetta byrjunin á okkar vegferð til þess að við séum jafnfætis öðrum sveitarfélögum. Loksins. Margrét Þórunnsdóttir, gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegu forseti og aðri gestir, ég bara er ekki alveg sátt við það sem að Sjálfstæðisflokkurinn og mér langar að svara Sjálfstæðisflokknum hérna. Miðflokkurinn fagnar þessari tillögu, við erum stöndum heils hugar á bak við hana. Það sem er sorglegast í þessu máli er það er búið að berjast fyrir þetta sveitarfélag oftar en einu sinni inn á þingi. Og það er sorglegasta við það er að okkar þingmenn sem eru búsettir hér á svæðinu hafa ekki staðið með okkur. Það er vandamálið. Og núna loksins erum við komið með alla þingmenn Suðurkjördæmis sem ætla að skrifa undir þessa þingsályktunartillögu ásamt Miðflokknum sem að verður hér í bæjarstjórn. Við heils hugar styðjum þetta. En það er það sorglegasta að þetta var ekki stutt. En núna er tækifæri og núna stöndum við loksins öll saman og vinnum að því að fá meira fjármagn til sveitarfélagsins. Takk fyrir. Nú ef það er ekki fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum ágæta lið, umsögn bæjarstjórnar Reykjanesbæjar tillögu til þingsályktunar stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum, þá ber ég hana sérstaklega upp til við fundinn til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hana vinsamlegast gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er það fundargerðirnar í heild sinni, þeir sem geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs vinsamlegast gefa merki. Þær eru samþykktar 11.0. Nú næst á dagskrá er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. mars 2019 og að venju munum við samþykkja það sérstaklega nokkra liði í fundargerð. Fyrst ber að nefna annan lið, Hótel Grástein, niðurstaða grenndarkynningar og er orðið laust undir þeim lið fundargerðarinnar. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki, þá ber ég þann lið undir fundin til samþykktar, þeir sem getur samþykkt þann lið í fundargerð, vinsamlegast gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst er það þriðji liður, afsakið í fundargerð, flugvellir 2 og 4, samning lóða. Orðið er laust, þann lið í fundargerð afsakið. Og enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst er það 5. liður, Hafnargata 31B. Það má vera byggingarleyfi, orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst ber að nefna 10. lið, Brekadalur 67. Orðið er laust, hann liði fundargerð. Ber ég hann undir fundin til samþykktar ef allir þeir sem geta samþykkt hann liði fundargerð vinsamlegast gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Þá er það fundargerðin í heild sinni, er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs varðandi fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar. Ber ég þó fundargerðina í heild sinni undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 einnig.
Næst á dagskrá þessa ágæta fundar er fundargerð menningarráðs frá 8. mars 2019 er orðið laust til fundargerð menningarráðs. Baldur Guðmundsson hefur passið hljóðs, gerð svo vel Baldur, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Byrja bara á gleðinni. Það er undir önnur mál, þá var margt skemmtilegt sem kemur fram. Safnahelgi á Suðurnesjum var bráð skemmtileg sem allavega ég kíkti á listasafnið sem er fullt af mjög skemmtilegum sýningum. Ljósmyndarsýning sem er verið að rifja upp þessar 40 ára sögu okkar og Guðjón Ketilsson með mjög flotta sýningu og þetta er verið að rifja upp líka veru varnarliðsins og fleira. Þetta er bara hvet allir til að fara á þessa sýningur. Rocksafninu þarf náttúrulega óskaplega hamingju með hvatningaverðlaun markaðsstofunnar. Þeir eru að gera mjög flotta hluti og bara gleður mig að segja það að þegar ég fór til Dublin fyrir nokkru þá kíkti ég á þeirra rocksafn og okkar er miklu flottara. Það er bara eins og það leikur. Okkar safni samt ekki eins flott á Nashville safni en það er annar mál. Þannig að það er margt gott að gerast hérna en það sem ég ætla aðeins að benda á það er sem sagt, hverjir voru viðstaddir fundinn. Það kemur að vísu ekki fram hverjir eru hvað þarna en það eru 3 starfsmenn í þessari upptalningu fyrir utan gestina sem eru sérstaklega tilgreindir. En sem sagt, þeir sem eru í menningarráði það voru 4 sem komust á þennan fund. Og það vildi svo til að okkar fulltrúar átti ekki heimakengt, hvorki aðalmaður né varamaður. Þannig að það var leitað til mín, þar sem að ég er fyrirverandi ráðsmaður í menningarráðinu, til að leysa af. En eftir að hafa skoðað einmitt samþykktir, bæjarmálasamþykktir og annað, þá er ekki svigrúm fyrir þetta. Það er ekki heimild fyrir því að ég komi þarna inn. Það liggur þannig í því að í þessi ráð sem að starfa á vegum bæjarins, þá er kosið, sem sagt, 1 aðalmaður og 1 varamaður. Ef að þeir komast ekki, þá er engin úrræði. Aftur á móti ef það er bæjarráð, þá liggur allt öðru í síðustu, þá er bara farið í listan. Það er þeir sem eiga fulltrúa inni í bæjarráði, þeir bara geta farið í sinn lista og haldið áfram niður. Þannig að það lítur þannig út eins og sé auðveldara fyrir mig að komast inn í bæjarráð heldur en eitthvað annað ráð sem varamaður. Sem að við þurfum aðeins að leggjast yfir þetta, hvort að þetta sé ekki ástæðilega að skoða það að ef að við eigum fulltrúa í þessum ráðum sem eru kosnir, að ef að þeir komast hvorugir, að það sé þó allavega úrræði, bara til að lýðræðinu sé fullnægt að fullu leyti, að bæjarfulltrúar geti dottið inn. Þetta eru undantekningatilvik, ég veit það. En bara að það sé möguleiki fyrir vegna þess að það hlýtur að vera, það er svona, þegar maður les gegnum stjórnsýslulögin, þá er ekki verið að tala sérstaklega nefndirnar. Þetta er bara svona útlista hvernig þetta er í bæjarráði og síðan á það bara ná yfir nánast aðra nefndir. Þannig að löggjafinn var svona ætlað það að þetta væri möguleiki. Þannig ég vildi bara skjóta þess inn, ekki það að mér hafi verið hafnað þarna, ég komst yfir það, ég hafnaði mig á því, en fór að hugsa þetta, hvort það væri ekki ástæða til að taka þetta upp. Því að síðan kemur upp svo staða að það eru 4 af 5 og þá kemur upp svo staða að það á að fara að taka fyrir úthlutanir og menningarsjóði. Og þá er einn illa vanhæfur því að hann er að sækja verkefni. Þannig að það eru 3 eftir sem að bera þá ábyrgðina á þessum úthlutunum. Og ég hefði kosið að
sko þó að viðkomandi hafi vikið að fundi, þá er hann samt umsækjandi þarna og hann situr fundin fram að þessu, hefur hugsanlega verið í vinnunni sem að liggur á baki þessu. Þetta gerist ekki bara á þessum fundi, þetta skoða, gögninu skoðu fram og tilbaka og menn koma saman og fara yfir þetta. Allavega höfum við það verklag þegar ég var í þessu og síðan þetta lagt fram á þessum fundi þar sem endanleg niðurstaða tekin. Þannig að Kristján Jónsson, hann var svona dálítið allt umkring í þessu verkefni. Þarna hefði átt að senda inn hans varamann. Allavega ég lít þannig á það. Ég veit að hann vék að fundi, en hann þarna fram að þessari úthlutun, kemur síðan eftir og gæti alveg beitt sér í einhverjar áttir. Allavega bara þannig að þetta sé ekki möguleiki. Þannig að menn sé ekki að velta þessu fyrir sér. Menn lúslesa ekki þessa fundagerði, þeir sjá bara Kristján var á fundinum og hann setti hæstu upphæðina í sitt verkefni. Þannig að hafa þetta, ég ger þetta vísvind að byrja svona á góðu nótunum, svo enda maður illa, en allavega þurfum að hugsa þetta með fulltrúana, hvort að okkur hugnist það að bæjarfulltrúar detti inn í þessum undantekningatilvikum þegar að þessi kostnu fulltrúar komast ekki í ráðin. Þannig að sé ég bara góður. Takk. Já, með leyfi fundarins langar forseti að segja nokkur orð varðandi þetta. Það er rétt að mér að vitandi er ekki svigrúm í bæjarmálasamþykkt í takt við það sem að bæjarfulltrúi Baldur Guðmundsson er að tala um. Það er eitthvað sem að sé vert að skoða, tekið undir það. Það sem aftur á móti kemur að hæfi nefndarmanna, þá er það alvanalegt að nefndarmenn víki á fundi meðan að vera að taka ákvörðun mál sem þeir eru vanhæfir í. Ég veit ekki endilega til þess að það sé verið að kalla inn varamenn sérstaklega í því tilliti, en það má vera að svo sé einhverju tilviki, ég kannast ekki við það. En það er að fara fram vinna í endurskoðun bæjarmálasamþykktar, vert að taka þetta upp þar. Nú, Guðbrandur Einarsson hefur kast í hljós, fyrir svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, mig langar að taka undir orð bæjarfulltrúa Baldurs að það byrja vel en enda illa. Ég styð það heils hugar að menn skoði það í bæjarmálasamþykkt að breyta þessu varamannakerfi okkar á einhvern þannig hátt að þeir sem eru með fulltrúa geti dekka það með einhverjum hætti. Ég er ekki viss um að það eigi að vera bæjarfulltrúar. Það kallar líka á ýmislegt ef að bæjarfulltrúar geta alltaf verið að tróða sinni í alla nefndir sem þeir hafa getið verið kosnir í. Það getur vel verið að, það er auðvitað breyting frá því sem áður var. Þegar hér voru stórir og sterkir flokkar sem voru kannski með 2 fulltrúa, jafnvel 3 fulltrúa í nefnd og voru þar af leiðandi með 2 og 3 varamenn. Og þá var hægt að kalla í fleiri en einn varamann, en nú er bara öldin önnur. Við erum kannski með svona smá flokka eins og Beina leið eða Sjálfstæðisflokkinn sem eiga bara 1 fulltrúa í nefnd. Og þetta getur auðvitað valdið vandkvæðum. Þannig að ég tek undir það að það sé rétt að skoða þetta í bæjarmálasamþykktinni eða þeirri athugun sem er að fara fram á bæjarmálasamþykktinni. Þannig ég verði samt að lýsa því yfir að mér finnst þetta sérstök nálgun hjá bæjarfulltrúa Baldur
að nefna hér einn tiltekinn ráðsmann og nánast að lýsa yfir því að hann hafi með einhverjum hætti verið að hygla sjálfum sér. Það getur vel verið að hann hafi verið að gera það, en við getum öll verið að gera það á hvaða tíma sem er. Bæjarfulltrúi getur á hvaða tíma sem er haft áhrif á sinn nefndarmann og komið sínum skoðunum á framfæri við nefndarmann og haft áhrif á þær ákvarðanir sem eru teknar í nefndum. Þess vegna finnst mér það mjög sérstakt og skrítið að bæjarfulltrúi í Baldur skuli leggjast í þessa vegferð. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, það getur bæjarfulltrúar og gestir. Það er margt annað sem er að gerast í menningaráði og ég ætla nú bara að fagna þeim krafti sem er í ráðinu og það sem kemur fram í þessari fundagerð sýnir að það er mikil gróska hjá okkur á mörgum sviðum, hvort sem það er bókasafnið eða byggðasafnið eða listasafnið. Það er alltaf mikill kraftur og ljóst líka að okkar stofnanir eru að fá styrki hérna og þaðan sem sýnir það að þetta er vel metið frá öllum aðilum. Aðeins varðandi úthlutanir úr menningarsjóði Reykjanesbæjar. Ég velti svona fyrir mér hvort við höfum að endurskoða þetta eitthvað. Ástæðan fyrir ég segi það er að venjulega þá erum við að styrkja ákveðin verkefni eða tómstundafélög þar sem eru nokkuð konar sjálfseignarstofnanir stofnanir. En við höfum líka farið út í það stundum að styrkja einkaaðila og ég á þá í þessu tilliti á ég við Brynballett og Danskompaniið sem eru einkahlutafélög sem eru með sinn eigin rekstur sem er hagnaðardrifinn og maður velti því upp hvort að úthlutun úr menningarsjóði Reykjanesbæjar eigi að fara til einkaaðila. Hvort að það sé eitthvað sem við eigum að gera. Þetta hefur tíðkast hjá okkur í mörg ár en ég hef veltið upp hvort að við þurfum að endurskoða þetta. Af því að þetta er dálítið grátt svæði að vera að styrkja einkaaðila í rekstri í Reykjanesbæ með menningarstyrk. Ekki það að ég ætla að gera einhverja stóra athugasemdir en það er svona spurningamerki með það, hvort að við eigum að vera þar. Nánast allt annað hjá okkur eru þetta styrkir í uppákomur eða tónstundafélög eða tónleika eða annað slíkt og mér finnst það vera allt annars eðlis. En þetta er svona spurninga hvort við þurfum eitthvað að skerpa á þessum reglum og taka hann til skoðunar. Í og með líka því að við erum að taka upp menningarstefnuna og hún kemur inn til umræðans og eftir. En ég held að væri mjög gott hjá okkur aðeins að taka þetta upp líka í kjölfari að skoða þetta. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Baldur. Nefnast og góða bæjarfulltrúar, gestir. Einhverjum misskilningur hérna. Ég var ekki að meina að kalla inn annan fulltrúa þegar málið tekið fyrir, bara fyrir þennan fund hefði verið betra. Og ég var ekki að væna Kristján óeðlileg vinnubrögð. Alls ekki. Ég var að segja það er bara að þetta sé, hann er á fundinum, þá er möguleiki að fólk hugsi svona. Við höfum séð svona í miklu stærra og alvarlegra máli með vanhæfi. Og þetta er alltaf þegar vera að deila út úr þessum sjóðum. Þetta er erfitt mál. Maður finnur að þetta eru vinir og þetta eru ættingjar og alls konar. Og það er mjög erfitt fyrir mann að vera algjörlega hlutlaus. Þetta er bara snúið. Stundum væri betra bara að, geti ekki fengið einhvern annan til að sitja fyrir mig til að taka þess ákvörðun.
Ég er aðeins búin að vera að kynna mig hvernig þessi sjóðir, til dæmis sjóðir sem við erum að fá úr, sem sagt safnasjóður og annað, hvernig þetta funkar, hverjir vinna þarna. Og það er skipt út á hverju ári. Þá er skipt út fólki til að mynda að gefa þeim sem eru að vinna í þessu, gefa þeim tækifæri á sækjum líka, þannig að koma ykkur annar til að taka afstöðu. Þannig að þetta sé ekki alltaf sama fólkið sem að fá styrkina og sama fólkið sem að taka afstöðuna. Þannig að bara í þessu tilviki þá hefði ég haldið að það væri betra fyrir Kristján ef einhver annar hefði setið akkurat þennan fund. Það er bara það sem ég er að segja. Ég ætla ekki að væna Kristján eitt eða Guðbrand. Það er bara ekki til í því. Ég er bara að segja það, þetta hefði verið miklu betra að einhver annar hefði setið akkurat þennan fund. Og ég held að það sé ekki fyrir fleira sem ég ætla að segja. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja kveða sig hljóðs undir fundargerð menningarráðs? Svo er ekki, þá ber ég fundargerð menningarráðs frá 8. mars 2019 upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við 4. lið á dagskrá til umræðu. Það er fundargerð velferðarráðs frá 13. mars 2019 og orðið er laust og Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvatt sig hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðný. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar aðeins að koma hérna fram undir í rauninni lið 1 og 2 í fundargerð velferðarráðs og í rauninni bara ræða aðeins síðasta fund sem að við héldum þann 13. mars síðastliðinn. Til að fara yfir söguna svona aðeins frá byrjun þá fékk velferðarráð tvisvar sinnum fram beiðni frá Útlendingastofnun, fyrst þann 8. ágúst árið 2018 og svo þann 10. október 2018. Bæði erindin frá stofnuninni hljóðuðu upp á beiðni að Reykjanesbær tæki við þjónustu 50 til 100 hælisleitendum sem voru fyrst staðsettir á Airport Inn gistiheimilinu eða hótelinu og síðar á Lindabraut á Ásbrú. Velferðarráð hafnaði erindinu í bæði skiptin byggt á þeim rökum að Reykjanesbær sé nú þegar með samning að þjónusta alltaf 70 hælisleitendur þar sem að sveitarfélögur hefur einbeitt sér að taka til sín fjölskyldufólk og höfum gert það vel undanfarin ár. Auk þess voru helstu rök okkar að grunnstoðir okkar í samfélaginu, heilbrigðisstofnunin okkar, löggæslan og skólakerfið væri komið að algjörum þolmörkum sökum mikillar aukningu íbúa, þar sem íbúum Suðurnesjum hefur fjölgað tæp 26,5% á 8 ára tímabili, á sama tíma og íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgað 11,8%, þannig að fjölgunin hér hefur verið gífurleg. Í dag er Reykjanesbær orðið 4. stærsta sveitarfélag landsins með tæplega 19.000 íbúa og 27.000 íbúar búa í dag á Suðurnesjum. Auk þess er 25% af íbúarsamsetningu Reykjanesbæjar íbúar með erlent ríkisfang sem býður upp á tækifæri jafnt sem áskoranir. Öll þessi rök voru send til Útlendingastofnunar og því bætt við að annarlegt væri að það var ennþá einungis 3 sveitarfélög á landinu að taka á móti hælisleitendum sem væru hér í efnismeðferð, en ljóst er að lágmarkstími efnismeðferðar er 150 dagar og fer stækkandi. Einnig ber að nefna tölur hælisleitenda stefnir í met þetta árið þar sem komnir eru nú þegar frá áramótum 180 manns, aðallega einhleypir karlmenn. Og auk þess eru þetta ekki lengur hælisleitendur frá öruggulöndum eins og við sáum mikið 2016 og 2017, heldur eru við núna að fá í auknum mæli fólk frá Íran og Afganistan og frá Afríku. Enga síður, þrátt fyrir þessi rök velferðarráðs ákveður Útlendingastofnun að leigja hús á Ásbrú sem rúmar 106 manns en hægt er að tvöfalda þann fjölda ef svo ber undir. Þegar aðspurðir fulltrúar Útlendingastofnunar hvort að hún myndi þá leigja fleiri hús þá var svarið þeirra að stofnunin myndi leigja hagkvæmasta húsnæðið hverju sinni sem talið er að sé í Ásbrú í Reykjanesbæ.
Ef svo fer fram sem horfir þá mun Útlendingastofnun mögulega leigja nokkra blokkir á svæðinu fyrir hælisleitendur í efnismeðferð þrátt fyrir rök velferðarráðs erfiðar aðstæður í sveitarfélaginu. Þarna ekkert samráð, ekkert tillit tekið til Reykjanesbæjar og ekki fylgir málaflokknum aukni fjármunir til heilbrigðisstofnunar okkar né nokkura annara stofnuna á svæðinu. Mér þykir þetta léleg vinnubrögð af þessari ríkisstofnun að gera þetta svona og reyna ekki í byrjun að fá önnur sveitarfélög til að vinna með sér. Reykjanesbær getur ekki tekið endalaust við og fá aldrei aukningu í fjárlögum nema litlu leyti sé. Ég spyr mig hvort við förum þá að fá hærri fjárlög en Akureyri, en það stór efa ég. Ég vil þakka þeim Guðjóni Bragasyni og Önnu Guðrúnu Björnsdóttur sem kom að hitta okkur, en þau eru lögfræðingar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fórum meðal annars með okkur út á Lindabraut að skoða aðstöðu hælisleitenda. Við í ráðinu munum halda áfram að vinna þetta mál vel og vandlega með þeirra aðstoð annara. Ljóst þó að þetta sveitarfélag algjörlega komið nóg að því að þessum yfirgangi og skilningsleysi ríkisstofnana. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þessu lið, Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað sér hljós. Velkomin í pontu, Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hérna til lið 4 hjá velferðarráðinu. Ég furða mig á að í fundagerðinu eru engin gögn varðandi lið 1, 2 og 3 en eins og réttilega þá komst þú með nokkuð góða greina skýringu þarna á einum lið en ég óska eftir því að fá upplýsingar varðandi þessa 3 liði. Jafnframt langar mig að koma inn undir lið númer 4 í fundagerð velferðarsviðs starfsáætlun sviðsins. Þetta góð skýrsla og það greinilegt að mikil vinna hefur verið lögð í hana og vil ég þakka fyrir það. Miðflokkurinn leggur áherslu á NPA-samninga en þá fjallað í skýrslunni á blaðsíðu 9. Stærstu tíðindin í málefnum fatlað fólks í dag eru nýsamþykkt lög á Alþingi hinn svokallaða NPA aðstoð eða notendastýrða persónulega aðstoð. Þar með hvílir lagaskylda á sveitarfélögum að veita þessa mikilvægu þjónustu. Tímamótalög eru að ræða þar sem að NPA verður og helsta þjónustuformið við fatlað fólk. Markmiðið með þessum lögum að gera fötluðu fólki kleift að búa heima en í því felst langþrátt frelsi. Einstaklingar geta það með ráðið sér aðstoðarmann sem fylgir viðkomandi hvert sem hann vill fara. Það ekki nóg að setja mikilvæg lög heldur verður fjármagn að fylgja með. Ríkið tryggir mótframlög til sveitarfélagana fyrir ákveðnum fjölda NPA-samninga en hins vegar þörfin meiri. Í atvinnumálum fatlaðra þarf að stuðla að vitundavakningu meðal atvinnurekanda á svæðinu. Þegar valið stendur á milli fatlað fólks og ófatlað fólks, þegar kemur að atvinnu þá þarf ekki alltaf að ganga fram hjá þeim sem eru til dæmis í hjólastól. Reykjanesbær á að sýna gott fordæmi og ráða í vinnu fólk sem hefur ekki fulla starfsgetu. Miðflokkurinn leggur til að sveitarfélögin beiti sér fyrir því á sínum sameiginlega vettvangi að þrýsta á ríkisvaldið að afnema krónu á móti krónuskerðingu þegar kemur að atvinnumálum fatlaðra. Hér eru mikið réttlætismál að ræða og ekki síst lýðheilsumál. Ferðaþjónusta fatlað fólks eina grundvallarþjónustum fyrir fatlaða. Án góðra ferðaþjónustu fá fatlaðir ekki að njóta sjálfsagðra mannréttinda á borði við atvinnu, náms og tómstunda. Reykjanesbær með hámarks ferðafjölda í mánuði sem eru rúmlega 60 ferðir. Sjálfsagt að skoða hvort ekki þurfa að bæta þessa þjónustu og í því sambandi mikilvægt að sá sem notar þjónustuna verði hafður með í ráðum. Miðflokkurinn óskar eftir því við verkefnahópinn að hann myndi taka tillit til þessa. Síðan langar mig að koma hér undir lið 5. Það fundagerð samtakahópsins. Miðflokkurinn fagnar samtakahópnum fyrir að gera grein fyrir því að efla þurfi forvarnir vegna fíkniefna og nefnir hópurinn að árangursríkast að fræða en ekki hræða. Samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum þá Ísland með langhæsta tíðni dauðsfalla vegna fíkniefna í Evrópuríkjunum. Árunum 2007 til 2015 þá létust 221 einstaklingur á Íslandi vegna fíkniefna. Næstir okkur voru Svíar en þar létust 124 einstaklingar.
Þetta eru mjög sláandi tölur og ekkert bendi til þess að þær muni lækka á næstu árum án fræðslu. Árið 2017 var gerð rannsókn á neyslu kannabis hjá grunnskólanemum og kom í ljós að 8% hefðu neytt kannabis. Þessi tala er ekki há, en hún er engu síður mikið áhyggjuefni þar sem við erum að tala grunnskólanema. Það voru mikil vonbrigði þegar tillaga Miðflokksins var ekki samþykkt að styrkja foreldrafélög grunnskólana að allir nemendur í 9. og 10. bekk myndu fá að sjá myndina Lof mér að falla. Myndin hefur fengið mikla umræðu í þjóðfélaginu og hefur hún haft mikilvægt forvarnargildi þegar kemur að vímuefnaneyslu ung fólks. Bæjarstjórn þarf að sameinast í því að efla forvarnir í grunnskólum Reykjanesbæjar og verða fyrirmynd annarra sveitarfélaga. Við eigum bara eitt líf. Ég vil að þetta sé bókað. Fleiri sem vilja taka til máls þessum lið. Anna Sigríður, gjör svo vel, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Mig langar að nefna varðandi samtakahópinn, fundagerð samtakahópsins, kemur inn í velferðarráði og að velferðarráð taki undir áhyggjur í rauninni efnis sem kemur fram hjá samtakahópnum. Ég sit þar sem fulltrúi FFGIR sem eru foreldrafélög grunnskólabarna í Reykjanesbæ og við starfum mikið og höfum starfað nokkur ár með þessum hópi og þá langar mig að nefna að lögreglan á Suðurnesjum hefur verið að fara í alla grunnskóla undanfarna vikur inn í alla 9. bekki með mjög góða fræðslu. Ég vil bara fagna sérstaklega fræðslunni, fíkniefnafræðslunni frá lögreglunni og í næstu viku hefur lögreglan ásamt FFGIR, grunnskólum og fjölbrautaskólanum FS tekið höndum saman og í næstu viku verður erindi frá bæði lögreglunni og einnig frá fíkniefnafræðslu sem er tengt við lát ungs drengs Einars Darra og þetta verður fræðsla sem verður næsta mánudag og hún var í dag að byrja að auglýsa hana. Ég bið bara alla foreldra og alla sem hafa áhuga á að kynna sér þessi mál mæta fræðslunum næstu viku og við fögnum náttúrulega allri fíkniefna og allri forvarna vinnslu og bara forvörnum almennt á Suðurnesjum og ég held við sem að gera mjög góða vinnu þar og en eins og hefur komið fram við þurfum alltaf að halda áfram og mikilvægt að allir kynni sér þetta og gjöru bara allir velkomin á fyrirlesturinn. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja kveðja sér ljós? Friðjón Einarsson, hefur kvart sér ljós, gjör svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að hrósa velferðarráði fyrir skurðleg vinnubrögð og kraft, kalla til sín útlendingastofnun, starfsmenn, lögfræðinga frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til að taka á þessu máli. Umræðan hefur verið neikvæð og ég er stoltur af þessum hóp sem hér rís upp og hefur sterka skoðun á málinu. Það er raun og veru sorglegt hversu neikvæð umræðan hefur verið. Við vitum það að þar örfá til að svo verði en við verum að gæta okkur á því að passa umræðan fari ekki í heilan hring og neikvæðni verði allsráðandi í þessu. En ég vil hrósa velferðarráði sérstaklega fyrir kraftmikið starf og ég veit það að lögfræðingur sambandsins er að skoða málin sérstaklega með aðsveitarhælfleiðandi upp á Ásbrú, hvernig staðið er að því og hvort að hlutin séu réttir. Mér langar líka að það er margt annað áhugavert hérna. Fjárhagsaðstoðin hefur lækkað. Framstyrkur í janúar voru rúma 7 milljónir, á sama tíma í fyrra voru þetta 10 milljónir og við sjáum að sérstakur húsnæðisstuðningur, hann aftur á móti hefur líka lækkað, þannig að það er jákvætt að fólki kannski hafi það aðeins betur heldur en oft áður. En fyrst og næst vil ég ítreka það að ég er stoltur yfir því hvað velferðarráð er að taka vel á hlutunum og það er gott.
Ef það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs til fundargerð velferðarráðs, þá ber ég fundargerðina í heild sinni upp til samþykktar fyrir fundin. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skifið merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er það síðasti dagskrárliðurinn hjá okkur hér menningarstefna Reykjanesbæjar fyrri umræða. Mun forseti nú fylgja henni hlaði. Þá getur bæjarfulltrúar og gestir. Á síðasta fundi menningarráðs Reykjanesbæjar var lögð fram drög að endurskoðaðri menningarstefnu Reykjanesbæjar og var henni vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar og kemur hún nú hér til fyrstu umræðu. Haldinn var íbúafundur menningarmál í febrúar á síðasta ári og frá honum voru hugmyndir unnar og flokkaðar og þær nýttar til vinnslu menningarstefnunar. Allir nefndamenn í menningarráði höfðu tækifæri til þess að koma að verkefninu og var góð samstaða þá vinnu. Sérstaklega ber að þakka Þórunni Jónsdóttur og Sigrúnu Ingu Ævarsdóttur í þessu sambandi ásamt því öfluga fólki sem skipar menningar Reykjanesbæjar. Ég fagna sérstaklega framkominni menningarstefnu og gef orðið laust hana hér til fyrri umræðu. Orðið laust. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Ég skal bara vera ánægður núna. Þetta er mikið gleðiefni að sjá þetta. Þessi menningarstefna byggir á þeirri stefnu sem var fyrir frá 2006 og margt af því hefur bara gengið eftir og eins og kemur fram í þessu plaggi þá er líka verið að bara lýsa stöðu, það er svona smá stöðulýsing og bara að segja að halda áfram á þessum nótum. En það sem svona kannski kemur nýtt inn í þetta er bara mjög gott. Það er sem sagt að við skoðum Keflavíkurtúnið, Dúshúsin, Gamlubúð, Fischershúsið og þetta svæði að við hugsum þetta sem svona menningarreitin okkar og þegar kemur að skipulagi á þessu svæði þá verði menningarráð með í ráðum. Þetta þekkist víða allan heima að það eru ýmsir kallaðir til þegar er verið að skipuleggja gömul svæði upp á nýtt, að það sé leita til þeirra sem breiðastur hópur komi að verkefninu. Það sé ekki bara skipulagssviðið, heldur líka þeir sem hafa svona aðra sýn á hlutina. Það eru stöku svona innsláttarvillur í þessu og starfsendingavillur sem að ef það þarf að senda það inn þá get ég alveg lúslesið þetta og það sem ég rekst á get senda það inn. Annars bara fagna ég þessari menningarstefnu og líst vel á hana. Bæjarstjóri hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel bæjarstjóri, Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, það er ástæða til að þakka fyrir þessi drög að menningarstefnu sem að bæjarstjórn þarf þá og kjörnarfulltrúar að fjallum. Það sem að ég finnst að við þurfum að hafa í huga þegar svona plagg er sett fram og unnið að það er að við séum að horfa fram á veginn. Mér finnst, ég er nú búinn að lesa þetta yfir og mér finnst aðeins svo mikið verið að tala um eitthvað sem að er liðið og eitthvað ástand sem að var hér. Talaði samdrátt í fjárveitingum og slíkt. Ég er ekki viss að það eigi endilega heima í menningarstefnu, í stefnunni sem slíkri. Það má alveg velta fyrir sér hvort að það er staðreynd ekki en það sem að mér standa upp úr að menningarstarfi og þeir sem hafa unnið menningarstarfi hjá Reykjanesbæ undanfarin ár og í mjög langan tíma hafa náð að gera úr þeim fjármunum sem þeir hafa haft til ráðstöfunar á hverjum tíma mjög mikið og gott starf og það finnst mér vera aðalmálið. Útkoman út úr þessu öllu saman, frekar en kannski inputið og þá er ég að tala um fjárveitingar. En ég geri nú ráð fyrir að forseti
vísi þessu eitthvað svona til frekari skoðunar hjá okkur og við getum þá öll haft tækifæri til þess að koma með athugasemdir eða ábendingar eða nýjungar eða tillögur. En með leyfi forseta þá vil ég líka minna bæjarfulltrúa á það á næsta fundi sem er þriðjudaginn 2. apríl að fyrir þann fund munum við funda með ungmennaráði Reykjanesbæjar klukkan 4 og ég vona að bæjarfulltrúar mæti allir á þann fund því að það eru með skemmtilegri fundum og skemmtilegustu fundum bæjarstjórnar á hverjum tíma. Það er einn fundur á vori og einn á hausti. Þetta er vorfundurinn og það er nýtt ungmennaráð núna, ekki það sama að hitta okkur síðastliðið haust og ég veit, það er alltaf einhver skipt svona einhverjir sem hætta og aðrir sem kom inn og þau eru á fullu að undirbúa sig núna fyrir þennan fund og það er mikil eftirvænting og spenna hjá ungmennunum okkar. Ég vona að við munum eiga bara gott samtal við þau þá og hér eftir sem hingað til. Nú eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs varðandi drög að menningarstefnu Reykjanesbæjar. Ef svo er ekki þá leggur forseti til að drög að menningarstefnu Reykjanesbæjar verði vísað til bæjarráðs og hún verði síðan tekin hér aftur til seinni afgreiðslu 16. apríl. Þeir sem að styðja það að vísinni til bæjarráðs, það svo komin máli vinsamlegast gefa merki. Og það mun vera samþykkt 11:0. Nú þá er það svo, ágætu bæjarfulltrúar, að dagskráin er tæmd. Gerum við nú hlé á fundi til þess að ganga frá fundagerð.
Fundargerð 562. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 19. mars 2019 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þóri Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöf A. Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál, fundargerð bæjarráðs 7. og 14. mars 2019. Forseti gaf orðið laust. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi 3 bókanir. Þar sem bókanir bárust rafrænt og skal ég fá að sleppa að lesa þær, herra forseti. Til máls tóku svo Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson og Gunnar Þórarinsson. Jóhann Friðrik Friðriksson forseti las upp tillögu að umsögnum þingsályktunartillögu stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Tillagan hljóðar þannig. Þar sem tillagan barst rafrænt og skal ég sleppa að lesa hana, herra forseti. Forseti gaf orðið laust tillöguna. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Ólöf A. Sandes, Baldur Þór Guðmundsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Tillagan samþykkt 11-0. Fundargerðirnar eru samþykktar 11-0. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 15. mars 2019. Forseti gaf orðið laust eftirfarandi liði fundargerðarinnar til sérstakar samþykktar. Annar liður fundargerðarinnar, Hótel Grásteinn, niðurstaða grenndarkynningar var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Þriðji liður fundargerðarinnar, flugvellir 24 saman í Glóða, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 5. liður fundargerðarinnar, Hafnargata 31B byggingarleyfi, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 10. liður fundargerðarinnar, Brekadalur 67, fyrirspurn, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðana. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11-0 án umræðu. Þriðja mál, fundargerð menningarráðs 8. mars 2019. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Baldur Þór Guðmundsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson og Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Fjórða mál, fundargerð velferðarráðs 13. mars 2019. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Guðný Birna Guðmundsdóttir og Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókanir við liði 4 og 5 í fundargerð velferðarráðs. Bókanirnar bárust rafrænt, herra forseti, þannig að ég óska að sleppa að lesa þær. Til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. 5. mál, menningarstefna Reykjanesbæjar, fyrri umræða. Forseti gaf orðið laust stefnuna. Til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson og Kjartan Már Kjartansson. Samþykkt 11-0 að vísa stefnunu til bæjarráðs. Það liggur fundargerð bæjarstjórnarfundarins fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vissu að skeiða merki. Hún er samþykkt 11-0. Eigið gott kvöld, kæru bæjarfulltrúar. Fundur slitið.